Já, komið þið sæl. Velkomin í Svart og hvít. Uh, það var sem sagt að ljúka seinni leik Newcastle United við Karabakh sem að var sem sagt undan spil fyrir meistaradeildina 16 eða úrslit meistaradeildar. Sjálfur ég ekki alveg, ég veist að ég er ekki ennþá búinn að fatta hvernig þetta á að fara fram. Við eigum semst að mæta annarkvort Barcelona eða Chelsea. Þýðir það sem sagt að Barcelona og Chelsea er að fara að keppa og við mætum sigurvegurinn úr þeim leik. Eða hvernig er þetta? Það er það sem ég skil ekki, sko. En ok, allt í lagi. Þetta voru 8 lið, þannig að sko ég fatt ekki sem sagt uppsetninguna á þessu. Ég skil hann ekki. En allt í lagi. Það kemur bara í ljós. Við verðum gaman að sjá hvernig þetta verður útskýrt örugglega í næsta þætti hjá þeim pottþétt og ég ætla ekki að missa því. Já, varðandi leikinn núna. Sko, við fórum inn í þennan leik með 6-1 stöðu. Semst, við erum með 5 mörk í plús. Við erum 5 mörk í plús. Og ég fór að hugsa þetta og ég var að velta fyrir mér sko, ef að þetta setti smá úrslit fyrir mig fyrir skoðun mína á Eddie Howe. Það var uppsetningin í þessum leik. Það var ekkert sem kom mér á óvart í þessum leik, ekki neitt. Eina sem var svona smá útidúr, það var að sjá William Osula inn á. Ég var hissa, eða þú veist, ég var ekki hissa, en þú veist, það kom svona pínulítið á óvart og ekkert annað. Allt hitt var bara eftir kortabókinni, sko. Sko, við vorum með 3 markmenn á bekknum. Skulum byrja á því. Til hvers í ósköpunum vorum við með 3 markmenn á bekknum? Til hvers? Hver er tilgangurinn? Enginn. Hann er 0 og við notum engan af þeim. Ég hefði skilið það, ef sko, í fyrsta lagi, sko, þá hefði persónulega, þú veist, og ég er ekki að segja það að ég sé betri þjálfari heldur en Eddie Howe, en Guð minn almáttugur, í þessari stöðu, 6-1 stöðu með 5 mörk í buffer, þú ert á heimavelli, með krátið bak við þig, þarna er eiginlega bara þarna er Joe Linton að fara að hvíla. Þarna er Sandro Tonali að hvíla. Þarna er Nick Woltemade að hvíla. Þarna á Dan Burn að vera að hvíla. Sko, fyrst að Trippier er að spila alla þessa leiki, þá ætti hann að hvíla líka. En, þú veist, fyrsta leik þá á hann ekkert að vera að spila þessa leiki, en við þurfum bara á því að halda, þannig að, já, skiptir svo mikið máli. Hver voru fleiri þarna? Barnes, hann átti að hvíla. Hann átti ekki að vera inn á í þessum leik. Hvað var meira? Murphy, já, fínt að Murphy að inn á, hann er svona squad rotation gaur og ekki búinn að standa svo neitt sérlega vel, hann er fínt fyrir hann aðeins að fá smá boost. Það voru bara allt og margir byrjunarliðsmenn inn á í þessu byrjunarliði á móti Karabakh. Ég verð bara að segja það, allt og margir. Þeir voru sko bara 7 og margir. Það er ekki flókið. Ef ég hefði fengið að ráða þessu, þá hefði ég haft Ramsdale í markinu. Ég hefði gert það. Stóð sér fínt, fekk við reyndar á sig 2 mörk, en þetta voru brjálu mörk sem varði vítaspyrnu, ótrúlegur þessu drengur. Það er greinilegt hver á að taka markvörður í vítaspyrnum hérna hjá okkur.
Uh, já, ég hefði haft Ramsdale inni, en ég hefði gjörsamlega breytt varnarlínu hjá mér. Ég hefði verið með alla þessa unglinga inn á, alla. Ég hefði verið með Suður Kóru manninn Park, ég hefði verið með hann inn á. Ég hefði látið á byrja leikinn og þessi sem komu inn á þessi Murphy og Sahar og þetta eru leikmenn sem áttu að byrja leikinn. Þeir áttu ekki að koma inn á þessir leikmenn, í fyrsta lagi þegar þú ert með 5 marka cushion, eins og maður kallar það, í þessari stöðu, þá ert þú ert raun og veru bara í damage control, vegna þess að þú þarft ekkert vegna þess að þetta þýðir ekki neitt. Ekkert. Það hefur ekkert, jú, kannski ef þú ert að sækjast eftir golden boot eða hvað sem þetta heitir, það sem skorar mestu mörkin, kannski. Eins og að sést bara hvað Gordon, þegar hann kom inn á, ertu ekki að grínast, þetta var bara hauslaus hæna, enn og eftir, bara nákvæmlega sama sagan aftur og aftur og aftur og aftur. Hann bara gerir þetta nákvæmlega saman. Og þú veist, þetta er svo þreytandi, Jesús Kristur. En ok, alltaf leið. Ég hefði spilað inn varaliði á móti í byrjun, ég hefði gert það, og svo ef ég hefði lent, skilurðu, 2-0, þú veist, kannski 3-0 undir, þá hefði ég byrjað að skipta. Þá hefði ég byrjað að henda inn varnarliðinu mínu, ég dundra þeim inn á 3, einhverjum svona, þá hefði ég hent inn Botman og Byrne og Hall, þá hefði ég hent þeim inn á. Og svo ef ég hefði fengið á mig 4. markið og við hefðum ekki komið neitt, þá hefði ég byrjað á að setja inn varnarmenn og þá hefði ég sett inn ég hefði ekki sett inn Joe Linton, ég hefði aldrei sett það. Ég hefði sett Tonali inn og hverju voru fleiri þarna? Já, og ég hefði kannski sett Barnes líka, þar sem hann er búinn að vera að skora svolítið. Þannig já, þetta hefði verið hreyfingarnar mínar, Í fyrsta lagi, þeir hefðu aldrei skorað 4 mörk. Aldrei. Þannig að skiptir engu máli. Þú veist, þú ert með krakka sem eru að sanna sig, þú bara, eins og segir, það gerist bara ekki. Kannski tapa leiknum 2-0 en skiptir ekki máli. Þetta er ekki leikur sem skiptir máli. Þetta var algjörlega tilgangslaus leikur að spila. Þannig að vera að sóa krafti í þennan leik var heimskulegur. Og þetta skal Eddie Howe algjörlega taka á sig. Þetta er bara hann og engin annar. Skemmtanagildi hugsar örugglega margir, já, en hvað með áhorfendur sem að koma og kaupa sig inn í leikinn? Já, áhorfendur eru þarna fyrir ástæðu. Áhorfendur eru að styðja liðið, eins og ég geri, ég styð liðið. En ekki einhverja bölvaða einstaklinga eins og Eddie Howe. Ég styð ekki einstakling, ég styð liðið sjálft. Og ég gagnrýni liðið mitt þegar að þeir eiga það skilið. Það er eitt flókið. Skiptingarnar sem að voru gerðar í leiknum, þær voru ömurlegar. Það voru hreint út sagt ömurlegar. Hvaða tilgangi, fyrir, ég ætla að vera sammála einni skiptingu, það var Joe Linton, taka hann út af. Ég var sammála því. Það voru gulu spjaldi, þú veist, auðvitað, taka hann út af, fyrst hann var ekki búinn að fá annað gulu spjald, það var bara já, allan daginn. En náttúrulega fyrir mín að sækja þá hefði hann aldrei átt að vera inn á til að byrja með, Trips og Botman, þú veist, að taka þá út af, ég skil ekki alveg tilganginn með því. En, jú, kannski var eitthvað í gangi. Byrne hefði mátt fara út af.
Trips hefði getað verið áfram inn á, Börn hefði getað farið út, Murphy hefði getað tekið stöðuna hans og Hall inn á vinstri kantinn. Svo var bara, skal ég segja, svo var þetta bara eiginlega, þú veist, allt saman. Þetta var, sko, ég held að ég hafi, sko, þegar maður horfir á fótboltaleik, þá eru þeir oftast ógeðslega skemmtilegir eða ógeðslega spennandi eða bara hreint út drepleiðilegir. Við höfum bara ekki spilað drepleiðilegan fótbolta í svolítinn tíma og ég veit að við unnum þennan leik, en með þennan mannskap sem við vorum með inn á áttum við aldrei að fá þessi 2 mörk á okkur. Aldrei. Og við áttum að skora svona 2-3 í viðbót. Þetta var hneyksli. Ég skal bara setja það beint út. Og með það að vera að sóa mannskapnum okkar í þetta, að koma bara út úr þessum leik með 3-2, hneyksli. Þetta er bara, leikmennir voru drullulélegir. Við vorum að spila á við championship lið og já, það bara stóð ekki steinn við steini. Þetta voru fyrstu 10 mínúturnar og svo voru bara búið. Það var ekkert í leiknum sem að meikaði sens, ekki neitt. Þetta er okkar heitt elskaði manager, Eddie Howe, sem að sér þetta. Það er hann sem setur upp leikstílinn, það er hann sem að kemur upp móralum hjá liðinu, það er hann sem að leggur línurnar fyrir leik, hvernig leikurinn skal spilast. Hann setur þetta upp svona og mér langaði líka bara til að benda ykkur á eitt sem er bara mjög einfalt. Það er að, sem sagt, ef þú horfir á leikstílinn hjá okkur, ég er að velta fyrir mér, allir þessir einstaklingar hérna á Íslandi, meina ég, þú veist, það eru fólk hérna hér á Íslandi sem að lastaði mig rosalega mikið fyrir að þykja Mikael Almiron góður leikmaður. Og voru allir sem voru, ekki allir, en rosalega margir sem löstuðu mig fyrir það vegna þess að hann var alltaf að spila boltanum tilbaka. Hvað er að honum? Hann er svo lélegur, hann spilar alltaf boltanum tilbaka. Hvar er þetta fólk núna? Mér langar bara til að segja við það fólk núna, bara up yours. Þarna sjáu þið að þetta var ekki leikmaðurinn. Þetta er þjálfarinn. Þetta er bara stakt og stöðugt að vera að gera nákvæmlega sama hlutin. Nema nú er það bara aðri leikmenn. Það er þruma boltanum upp kantinn og það er stoppað og boltinn sendur tilbaka. Þetta er bara nákvæmlega sama og Almiron var að gera. Af hverju gerði hann þetta? Jú, væntanlega vegna þess að honum var sagt að gera þetta. Þetta kemur frá ykkar heitt elskaða Eddie Howe og engum öðrum. Þannig að það er gott að losa þið svona út og koma sannleikanum svona fram og reyna að fá fólk til að sjá, þú veist, hvað erum að vera, þú veist, það er ekki bara, þú veist, jú, menn geta haft skoðanir á hlutunum, já, en come on, ekki hljómi svo Liverpool-aðdáendur í alvörunni tala, þú veist, við erum Newcastle-aðdáendur fólk, skilju, þú veist, þetta er ekki fyndið einu sinni. Jú, við erum svartir og hvítir, eða svört og hvít, hvort sem þú vilt segja. Ég mun aldrei nokkuð tíma snúa baki við liðinu, aldrei, alveg sama hvernig ádeinur. Ég mun gagnrýna það stanslaust ef ég þarf á því að halda og ef mér finnst ég þurfa þess og ef ég mig langar til þess.
það náttúrulega byggt upp á minni skoðun. Sumir eru sammála mér, sumir eru ósammála. Og vissulega hef ég haft rangt fyrir mér í ýmsum málum. Alveg rétt. Og það það fallega við hlutina. Að hafa rangt fyrir sér, það svo fallegur hlutur. Þar kemur fram hversu duglegur ertu að taka við gagnrýninu sem kemur á þig þegar að þú ert sannaður að hafa rangt fyrir þér. Það finnst mér geggjað. Ég tel mig vera bara ágætis, hvað segir maður, loser. Ég kann að tapa. Og það bara vegna þess að ég veit að skoðanir eru skoðanir. Fólk sér hlutina á mismunandi hátt og það bara svo fallegt við fótbolta. En aldrei nokkuð tíma mun ég breyta. Ég mun aldrei á ævinni skipta fótboltalið, það bara kemur ekkert til greina. Og það ekkert lið þarna úti sem betra heldur en Newcastle. Það bara ekkert. Nú, já, ég var nefnt að velta fyrir mér. Skipta sem ég í, hvað ég í? Capella. Muna drónum? Jesus. Það voru leikdagar maður. Það voru aukaspyrnur, sjáðu til. En, sjáum til. Ég verð nú samt að segja að það yndislegt að geta tjáð sig á þennan hátt og leyft fólki að heyra skoðanir sínar. Og eins og ég sagði þetta áður að það eru til comment box við flest af þessum fæslum bæði á YouTube og ég held meira að segja á Spotify líka. Það rosalega gaman ef að þið getið ef að taka svona promotion dótari. Hey, check the like button. Nei, ég ætla ekki að fara neitt svoleiðis. Það væri rosalega gaman að heyra ykkar skoðanir á því sem ég hef að segja. Það rosalega skemmtilegt og það væri rosalega gaman líka að fá hugmyndir frá okkur og ég geti jafnvel farið að rífast við ykkur í gegnum kommentakerfið. Ekki í beinni en ég geti tekið það fram í næsta þætti. Það væri rosalega flott. Ég ætla að segja þetta gott í bili eða á ég kannski að koma með leikmann leiksins. Þess að ég geta það bara ekki. Það var eiginlega engin leikmaður leiksins. Þeir voru allir eiginlega bara alls ekkert sérstakir. Enginn þeirra. Ég var kannski Voldemort eða samt ekki. Nei. Já, þú veist, jú, hann var alveg fínn en ekkert svona ábyrjandi til þess að vera maður leiksins. Við skulum bara segja þetta gott svona. Já, það engin maður leiksins, ekki þetta skipti. Segjum bara vallar umsjónamaðurinn á St. James's Park. Hann var maður leiksins. Ég sá mjög lítið að menn voru eitthvað að slæta og detta á raskati. Að minna það heldur vanalega. Þannig að, já, hann maður leiksins. Mér langar bara til að þakka kærlega fyrir okkur og við sjáumst bara eftir næsta leik. Takk fyrir.